Það fyrir ekki, þögna sendi. Bergi, áfram með smjörinn maður, hvað? Þessi var helviti góður. Herri, hvað er þetta græði hér? Herri, hérna er að græði kartöflunar. Það er búið að skera niður hérna rauðar kartöflur sem við fengum hérna út í búið í dag. Svistum pressuna. Já, hún er hérna. Við enda sko, við búum hlið við hlið. Og ég held að við séum svona meðaltali að hlaupa ef við erum þátt hjá mér. Þá var Anton að fara svona 6 sinnum að meðaltali heim til sínan. Þannig að við eigum svo mikið að kryddum saman og svona. Já. Sem við erum búin að kaupa fyrir það. Þetta, herri, vant að sækja þetta. Þannig að þeir sem búa hérna á milli okkar eru ofta að sjá okkur á sprettinum í sundunni bara, þú veist, á missioni sko. Það er svona alltaf að við séum eitthvað geðbilaðir sko. Herri, hvað er það að setja út þessi kartöflur? Það er hvítlaukur. Við ætlum að krysta hann hérna yfir. Já, en þið eru mikið að deila hérna. Já, við náttúrulega deilum alltaf kostnaðinum á þáttunum, bara 50-50. Já. Þannig að við eigum, þú veist, bara það sem er mitt er Antons. Já. Þú veist, ég setur bara, já, ég setur. Þannig að það sem er mitt er Antons og öfugt. Þannig að Þið tveir eru rosa nánir. Já, við erum. Já. Við erum að mynda mjög góð. Annars myndir ekki í ganga, held ég. Bjarki, hvað ertu að gera núna? Herru, hérna erum við að setja nýmalað rósmarín yfir kartöflurnar og við ætlum að láta þetta fara út af kryddið. Þegar það er svona fest, þá fer það út í smjörið. Smjörið er í rauninni að marinera kartöflurnar meðan það er að steikja þær. Og lyktin sem er að fara að koma núna, hún verður. Ég er strax ja, þú veist, þið finnir lyktina Oh my strax. God. Þú veist, hún er náttúrulega bara geggjuð. Og sjáu þið, þú veist, Hætti því. bara það er eitthvað við þetta. Fyrst var það rauðvínsglái. Hún er komin. Þetta er Nú er mjög, það- já. Þú veist, lyktin, þessi þrenna Vá. á pönnu er lyktarsensor á kamerunni hana. Ég hef eftir að vera hérna í allt kvöld. Þú veist, ilmurinn að þessu. Er Þetta alltaf er segið það. dásamlegt. Ef það er vondlíkt heima ykkur, steiki bara hvítlaukur rósmanninn og finnið þetta. Hér erum við með aðalleikara kvöldsins og það er Tom Cruise í Top Gun, það er lambakóruna. Og það sem við ætlum að byrja að gera við hana er að búa til svona fínar línur, gerum svona tígla. Svipað við gerum við purustekki. Já, til þess að saltið og pipar og allt þetta gúmmulæði sem við erum að setja yfir þetta mun sökkva inn í puruna og þannig gefa okkur betra bragð á kjötinu. Og eitt lykil með þessu kjöti er að salta það rétt áður en það fer á pönnuna. Og þetta er það sem við ætlum að gera. Flott. På 10. Upp á 10 montur. Herru strákar, hvar hérna kynntust þið tveir? Herru, Bjarki, tekið rúi. já, við kynntum sem sagt í hérna vinnunni. Við erum sem sagt báðir hérna flugþjónar hjá Bauer og kynnumst í svokölluðu layoveri eða stoppi, þar sem að við þurftum að gráta það að vera í Montreal saman í 48 tíma. Já, úff, hvað var leiðilegt maður, shit, hvað var leiðilegt. Og hérna, og það er í rauninni smellum við svona vel sko. Við kynnumst í því stoppi og hérna vorum saman bara upp á mínútu held ég. Æ, smá brett í kring. Ekki pæli í þessum litlu. Nei. En þú veist. Djú, þetta lúkkar Nei, maður. þetta er allt í lagi. Þú tekur þessu pappír, því maður á pappír, þetta er bara hunang sem við brendur hérna. Já, þetta er bara hunang. Skiptir meðlæti svona miklu máli strákar? Já. Meðlæti er Fólk á til að vanvirða meðlæti og það er eitthvað sem við gerum ekki. Og herru strákar, matarmenn. Já. Hvaðan kom þessi hugmynd? Sko, ertu að meina hugmynd bara að nafninu eða bara hugmynd að gera það sem við erum að gera í dag? Bara bæði. Ok, kannski byrjum á því að af hverju við erum að gera það sem við erum að gera í dag er náttúrulega númer 1, við höfum rosa gaman af samverunni. Okkur leiðist ekki félagsskapur hjá okkur öðrum og við elskum að elda, við elskum að borða góðan mat og við höfum mikið verið að gera saman í gegnum tíðina og svo fengum við bara hugmynd, af hverju ekki bara að sameinda, bara taka þetta upp af því við höfum líka verið að elda svona sikkur Instagraminu og við erum að fá bara svona spurningar hvernig gerir þetta og þetta og þetta var bara hugmyndir sem að varð að gerast sko, er að bara fara að elda saman, opna bara Instagram og þeir sem vil ekki fylgjast með og myndi bara rúla þannig sko. Þannig þið eru bara að sína frá því þegar þið eru að elda inn á matarmennu. Já, og einn annar lykill í þessu öllu saman er að við erum ekki lærið kokkar. Við lærum bara rauninni. Það sést, skilur við alveg þannig séð, en hérna... Það sem það gerir, það inspirar aðra að steikja þetta. Já, nákvæmlega, við erum í rauninni bara beint linkur við, við erum ekkert öðruvísi en annað fólk sem er bara með sitt eldhús heima og
Við getum þetta, gert hérna einhverja geggja máltíð frá grunni, þá geta allir það. Það er rauninni bara málið, sko. Það verður klátt í okkur hérna líka. Þeir vilja kannski segja hvað þið eru það matreiða? Já. Anton, Ég verð alltaf svona, mér verður bara hlýtt í hjarta að hugsa hvað ég er að matreiða, sko. En það sem við erum að gera núna er alltaf meistarinn, Gordon Ramsay. Hann er með þessa uppskrift aðgengilega á netinu. Og okkur langar svo svakalega að prófa hana. En það sem við erum að fara að gera er að við erum að fara að velta lambakórnu í svona brauðraspi. Og í þessu brauðraspi er væntanlega brauðrasp. Það er basil, það er parmigiano-ost sem við keyptum í Ítalíu. Já. Og salt og pipar og ólífólía. Þessu er öllu blandað saman og það verður svona góður. Við náum að njóta góðstæði, því á Íslandi þá er svona svolítið takmarkað úrval af svona sérvöru. Já. Og náttúrulega við erum vinnum sem flugþjónar, þannig að við förum reglulega til Kanada og Ameríku og getum verið að versla í þessum, þú veist, Whole Foods, Ítali, sem er í rauninni bara himnaríki mitt. Ef ég segi svo það er bara, ég gæti verið í Ítali í 8 tíma bara. Bara að smakka hráskingur í borðinu og kaupa camembert-osta og það er bara mitt passion. Þetta er bara svona, hvað ég segja, sælgeraborðið í hagkaupum á hestastyrum. Já. En nú er ég búinn að skera svona rendur í kjöt og við ætlum að setja fyrsta kjötbitann á heita pönnu og hér er bara ólífólía. Ó guð. Og við ætlum bara að fá lit á kjötið í þessari ferð. Ertu með? Við ekki taka 3 í einu, er þetta ekki? Jú, 3, fínt. Já. Sigtið. Hætti. Og strákar, þið eru ekkert eitthvað svona að drífa ykkur að elda. Þið eru bara að njóta kvöldstundar saman og gefa ykkur tíma í þetta. Já, já. Í rauninni undir lokkvöld, þú veist, undir lokkvöld þegar við erum að elda. Aðeins að taka ykkur ekki. Æ, þetta flass eyðir ykkur núna, ljósið er svo gott, sko. Já, slettu bara flassinu. Kjötið komið út á. Ég er búinn að bæta hérna við vel af timjan, 1 hvítlaukur, skorinn á botni. Ég maður sjá, ílengur eða svona. Settur út á. Og nú viljum við bara fá smá lit á kjötið og veltum því reglulega. Ok? Anton, hver er lykillinn að því að elda þetta vel? Hvernig gerur þetta? Náttúrulega, ég nenni ekki að fara aftur inn á það er að sjálfsögðu virðing. En ef við komum bara inn á þetta, þá viljum við, sko, það sem við gerum núna, við ætlum að pönnusteikja aðeins sem fá, sem sagt, allt bragðið í kjötið, litað aðeins og síðan ætlum við að reyna að klára það í ofni. Þannig að hér er lykillinn að fá bara laufléttan lit á kjötið, ekki brúna of mikið, við viljum bara svona láta allt byrja. Og svo bara í rauninni kjöthitamælir er það sem er lykill af því að hafa kjötið fullkomið. Margir er eitthvað feinu við kjöthitamæli, ég skil það ekki alveg, en endilega notið það. Bara sýnið kjötið þá virðingu og notið kjöthitamæli. Svona... Birgir, getur þú tekið þetta upp? Hæ? Getur þú tekið smá upp? Já. Þið hoppið svolítið bara í hvaða hlutverk sem er hérna. Þið skiptir svolítið vel á milli ykkar. Já, það er... Við reynum að vera svona... borða í dónum. Já, ég ítti á það. Viltu ekki hafa eitthvað fallegri skeið í þessu? Fyrir? Nei, ég segi svona. Ég er líka það er ljótt að hafa svona... Ok, ekki mál. Þetta flott, þessa flottu stálpönnu. Ekki mál. Nei, nú segi ég bara halló! Hringið í lögregluna. Sjáið, hérna er timjan, að sleppa öllu sínu bragði út í smjörið. Smjörið fyrir beint yfir kjötið. Hvítlaukur er að vinna hérna saman líka. Þetta er eins og góð versmiða. Já, þetta er það sem er að gerast hér. Og við ætlum bara að setja vel á þessu hérna yfir. Ég er erfitt með þetta. Það er svo mikið passion hérna. Lærður þetta, Anton, frá goðinu og Gordon Ramsay. Þú lítur mikið upp til hans. Já, ég held að flest allt sem ég er að gera í eldhúsinu hef ég lært í gegnum Gordon Ramsay og skoða hans myndbönd og hvernig hann gerir þetta. Hann er með Masterchef Class og allt. Hann er búinn að stúdera þetta. Og já, þessi draumurinn minn er náttúrulega bara að hitta hana mann og bara taka í hendur og segja við hann bara takk, bara innlægt takk. Og þú þarf ekki að vera meir, bara þakka hann fyrir allt sem hann er búinn að gera fyrir mannkynni bara í eldhúsinu. Ok, en næsta sem við gerum er að ég ætla að setja hérna timjaninn svona út allt
setja puruna á allt þetta timjan mauk hérna, oh my god. Og þetta fer inn í ofn í 4 mín. Komið með þú. Þið þekkið þetta ljóð. Það þýðir að eitthvað er tilbúið eða svona. Þetta er náttúrulega ekki alveg tilbúið, en þetta er svona á leiðinni. Hvað ætlar að gera þetta? Þú ert þér komin í kjötinu. Herðu, ég ætla að taka við kjötinu núna. Við ætlum að pensla þetta með Dijon sinnefi. Og hvað gerir það við kjötið? Það gerir það meira og bragð meira. Bragðbætir það svakalega. Og við gerum það á meðan það er heitt. Já. Snúðu. Hættu! Sérðu það? Þetta er puruna. Þetta er puruna sem ég er að tala um. Við viljum fá hana svona. Strákar, þeir eru rosalega duglegir að elda svolítið frá grunni. Ó, já. Af hverju gerið þið það? Frekar en að kaupa bara eitthvað tilbúið. Í rauninni, þegar maður kaupir eitthvað sem er tilbúið, eins og indverst tikka masala sósu upp úr dós og bætir svo kjúkling við, þú veist ekkert nákvæmlega hvað er í þessu. Þú veist, á veitingastöðum, 90% af indverskum veitingastöðum, þá eru þeir búin að græja sína eigin blöndu. Frá sínum kryddum, með fersk hráefni, það er munurinn á tikka masala og fara svo á indverskan veitingastað og borða sama nafn, gjörsamlega sikur rétturinn. Þannig að það er líka eitt annað fyrir við höfum verið að gera þetta frá grunni. Ég held að sjá hvað það sé mikill munur virkilega því að kaupa þetta út í búð eða bara græða þetta frá grunni. Já, og oft er það bara líka ekkert svo mikið dýrara að gera þetta frá grunni, sko. Og líka því við höfum svo ógeðslega gaman að því að sjá bara þetta verða til bara úr einhverju tómatum, bara allt í einu komin einhverju dýrindi sósa og... Við höfum allan ekki ennþá orðið fyrir því að bara Uncle Ben's hafi bara græjað betri sósu en við frá grunni. Með fullri virðingu fyrir Uncle Ben's, hann hefur bjargað mér oft. Herru, hérna erum við búin að pensla lambakórnuna með Dijon sinnepi. Því næst ætlum við að velta þessu upp úr raspinu sem við gerðum á hann. Sjáu þessa hérna fallegu bita sem búið er að gera við. Halló. Svo fer þetta aftur á pönnuna, inn í ofn. Þangað til að kjarnitinn verður réttur. Hvað er það? 50, við fílum þetta svona 57-8 gráðum. Þá tökum við þetta út, leiðum þess að hvíla. Yes. Jæja, nú var erfiðasti parturinn að þá. Það er að bíða. Í alvörunni, þú sér það, ég er hérna mættur. En af hverju látum við þetta bíða? Jú, það er vissulega því að allt kjöt verður að hvíla eftir að búið elda. Út af því að núna er allur safi bara hérna tilbúin í miðunni. Við leiðum til slæsa, við leka allt út. Við bíðum og kjöt, þá er safinn að fara sko aftur út og í þessi rauninni það distribútast, hvernig segir maður þetta á íslensku? Dreifist allt kjöt, allan kjötbita og þannig verður þetta eins juicy og hægt er að hafa. Sjáuð þetta og heyrið halló frá þér. Halló. Halló! Nei, í alvörunni, halló. Það er ekki hægt að ná þessu í einu. Nei, það er alltaf leið. Þú heldur náttúrulega engin Gordon? Nei, ég er engin Gordon. Ég ætla að leyfa þér að taka hérna Wishbone, hérna Bulldog. Strákar, hvar getur fólk fylgst með ykkur? Á Instagram. Það fer á Instagram og skrifar matarmenn. Og hvað svo? Og svo getur það líka farið að finna okkur núna á næstunni undir grgs.is og þar getið þið fundið okkar uppskriftir inn á þeirri síðu. Við verðum svona aðalega með kjötdálkinn, þar sem við verðum að fara í mismunandi kjötrétti. Það er náttúrulega þetta inn svakalegt grillsísón á næstu mánuðum. Þannig að það verður eflaust mikið sett inn svona rétt fyrir helgar og reynt að stóla á að fólk geti skoðað einhverja fínar uppskriftir og farið svo í búðina á föstudegi og keypt fyrir helgina. Það er náttúrulega að koma sumar. Það er að koma sumar. Það gleymist. Og þannig að grgs.is og svo inn á Instagram undir matarmenn. Þetta er náttúrulega langt. Ég er svo... Frá því að vera ekki í lagi. Ég er ekki alveg viss hvort ég vilja að þú smakir fyrst, mér langar að smaka... sko. Nei, hættu. Nei, hætt þú. Hvað segirðu? Þetta er það besta sem ég hef borðað. Nei. Ég ætla ekki að pakka, ég er ekki að grína. Þetta er það besta sem ég hef borðað. Ég segi það. Ég get ekki beðist að ég ætla að sleppa þér og taka það og ég ætla að borða. Ég er í sjokki. Við skála. Vá. Aldrei þess að ég ætla að vera með borðbæn og allt. Ég ætla að skála svo þig. Þú lefur aðeins að njóta maður, það grínast. Ég ætla að það er svona moment að skála þig. Hvernig förum við að þessu?
Ég veit það ekki. Ríkala gott.